Já, ert þú að fara að halda partí áramótin? Renta partí! Heyrðu, fyrir áramótapartí, minnum á þetta, áður en þátturinn byrjar. Áður og hlustar á Helga, renta partí. Það verður að bóka þetta núna. Kampansglös, myndakassi, krabel, diskoljós, soundbox, skreytingar. Júhú! Ég veit að þú ert að fara að skreyta frúna, en það þarf að skreyta íbúðina líka. Það er að gera það. Heyrðu, aukalega. Þá er renta partí rétt í viðkomur staðurinn, held ég. Kánum með fyrsta ródjónaut á landinu. Já. Eins og í bíómyndunum. Það er alveg í áramótapartíi, sko. Já. Þú í þveng hérna. Já, hoppum. Já. Boxvél, hefur þú farið í svona boxvél? Já. Er þið konið með það? Komum með boxvél. Það er blöðt maður. Svo er eitt hérna, þetta er til að klekkja á mér, sagði Ernir. Áfengismælir. Já, nei, það? Jó, þetta er orðið staðalbúnaður í öllum partíum. Og reglan er alltaf, sá sem er fullastur, hann tekur næst skot. Já. Þannig að þú er settur í vítarhring yttans. Hljómar mjög sjálfbært. Heyrðu, þið verðið að fara inn og panta í dag. Áramótin verða geggjuð, lokumsári, rentapartí, celebration time. Party, það held ég. Alright. Pretty boy jólin. Það ekki? Ég kann ekki Er hann að syngja þig eða? Nei. Er hann að syngja middan? Nei, það held ég ekki. Já, það held ég. Leiðu honum aðeins að liggja. Já, það, ég var. Leiðu honum að liggja, það ekki eitthvað. Leiðu honum að skína? Já. Já, þeir eru það að gera hlustendur. Það er Pretty Boy sem setur tónin þannig að föstudag milli jól og nýjárs og þá tökum við. Nei, ég held að kemi núna. Herri, kæru hlustendur. Ég er ekki nóg mikil. Sett á Rammstein eða eitthvað. Gerum þau. Velkomin að viðtækjunum. Og gleðileg jól, gleðilega hátíð. Já, gleðilega hátíð. Yngvi, við erum konum með frábæran gest í dag. Já. Helgi Frímannsson, hjartalega velkomin. Jú, takk fyrir það. Gaman að koma til ykkar. Já, bara verðið þér að því og sömuleiðis heiður að fá þig. Þú ert búin að fara mikinn undanfarið á LinkedIn. Já, fyrir þá sem ekki þekkja til. Svona aðeins verið að dunda mér eitthvað aðeins og bara fengið góðar undirtektir. Ég ætlaði nú meira að segja að hvetja til þess að koma þér yfir á Substack eða Twitter eða eitthvað þar sem að maður getur sko, þú ert örugglega að fá óþægilega oft eða svona, þú getur nefnilega alltaf séð hver skoða þig. Já. Og eina leið til að vita hvað varst að skrifa í dag, þá þarf ég að fara inn á Helga á LinkedIn og finna hvað varst að skrifa. Versus ef þetta væri Twitter eða tölvpóstur. En mjög gott stöf. Mjög gott stöf. Bara rós frá okkur pingjumönnum, ekki spurning. Takk fyrir það. Sigra hérna vef launþegans. Já, nákvæmlega. Já, forrit launþegans. Forrit launþegans, LinkedIn. En herri, já, við erum hérna mættir í dag. Það er 27. desember og þetta er síðasti þáttur ársins hjá okkur. Já. Og þá er nú ekki úr vegi annað en að svona, fara yfir farin veg, líta tilbaka og sjá hvað fór vel og hvað fór illa á árinu. Við erum með winners and losers og bara svona almenna umfjöllun yfir markaðinn á árinu. Það var nú margt viðskiptafréttir, hlutabréfamarkað, kannski kaup og sala, eitthvað sem búið að klikka, það er nú eitthvað búið að klikka. Já, ýmislega klikkað eins og útboð. Ég man nú bara ekki eftir að útboð hafi klikkað hérna í á herrans tíð. Þú segir það? Þekkir þú það? Nei, þetta er bara held ég. Já, vel í fyrsta sinn. Ég man eftir, já. Þeir voru óefnir með tímasetningin var einhvern veginn sko akkurat einhvern veginn þegar enginn var tiljast. Það var mikill þurrkur þurrkatíð. Það voru óefnir. En flott félag sko. En markaðsaðstæður einhvern veginn var ekki alveg upp á 10. Og svo hérna náttúrulega sagan endalausa sem við komum inn á þetta eftir. Áður við förum lengra. Við verðum að kynna mannin sem er með okkur. Fyrir utan launþegan sko. Já, ok, ætlaðu þú að byrja að segja eitthvað sniðugt? Nei, ég ætlaði nú bara að koma inn á samstarfsaðila sem eru með okkur, bara svona örstutt og ég vil byrja á því að nefna Brand vörumerkjastofu. Já. Þau eru að mæla núna vörumerki vinnustæðar, það sem heitir á ensku employer branding, svona hversu sterkur vinnustæðarinn er í hugum starfsfólks. Þetta er að mínum að, þetta er það sem gefur til kynna svona, hversu vel vinnustæðarinn er að laða að og halda í gott starfsfólk. Þetta skiptir auðvitað máli. Skiptir líka máli út á við. Já, ekki spurning. Og þau eru núna að kynna sko nýjan flokk í ár. Þau eru nefnilega með viðurkenningahátíð hérna bestu íslensku vörumerkjana. Sem ég held ég megi nú alveg segja nú þegar að ég mun kynna þau velun. Þá veluna viðurkenninga hérna. Þú hérna einhver úr Fortuna? Nei, ég verði einn.
Ég var einn í ár. Var Rósa hend út? Var ekki Rósa með þér? Jú, Rósa var með mér, ég veit ekki. Túfis ráði þér út? Ég held ég megi nú alveg tilkynna það sko, en miðasalan hafin á brand.is, forsóla á afsláttakjörum og þetta flott félag sem tilkynnt, tilnæmt sig. Við erum með meðal annars Metta sem nýtt Metta Sport, það einstaklingsmarkaður, starfsfólk 49 að fara. Svo erum við með Arion banka, við erum með Advania, Nova, Bónus, Krónuna, allan fjandan inni. Þannig að fylgist þið vel með því, kæru hlustendur. Talandi Fortuna, ertu fastupenni, þær eru með, mæla með því, þær eru með póstlista, ég skráði mig síðustu viku. Ertu með vikulega greiningu þar, eða var það bara spontant, einsunni? Já, þær eru búin að gefa út held ég núna 2 fréttabréf sem náttúrulega nýtt hjá þeim. Þær voru náttúrulega bara með Instagramið sem að sló í gegn og svo gaf voru bók og þær eru svona búin að vera þær voru að podcast. Prófið með slegt, þannig að þær eru svona að prófa að sjá fram í þessu og ég fekk að fljóta með þarna í allavega fyrstu 2 svo bara sjáum við hvert þetta býður eftir að fá sparkið, lagt sparkið í raskatinn. Nei, þetta er gott mælum með því. Þetta er gaman sko. Ég vil einnig komin á myndkaup líka sem eru með okkur og það er hægt að kaupa bara með aur, tafalaust og þetta er náttúrulega frábær þjónusta sem veitt þarna. Ég veit nú ekki, maður veit ekki hvernig maður þorir að spyrja út í rafmyndir hérna á þessu landi. Hvar stendur þú í því? Er þetta kjaftaði eða er þetta... Sko, þú veist, ég hef hlusta á mikið af mönnum sem hafa mikið pælt í þessu og þeir eru allir búlis. Allir búlis. En ég hef verið mjög, sko, bara vísvitandi ekkert skrifað kryptó eða neitt, að ég veit að þá fæ ég einhvern veginn algoritman alveg með mér, sko. Þannig að svona, en mjög spennandi dæmi. Og þú ert ekkert búin að díja á tánum í þetta? Nei, ég hef bara ekki gert það sko. Nei, ekki en það eru góða menn að úti sem eru náttúrulega bara gert mjög vel. Og stærri fyrirtæki svo sem líka út í heimi. Já. Þetta er þetta er á mikilli siglingu allan að þessa dagana, en við þökkum myndkaup fyrir, farin á myndkaup.is og þetta er mjög einfalt aðgengi að heimi rafmyndana, myndi ég segja. Einfaldasta leiðin hér á landi, mjög þægilegt. Þökkum myndkaup fyrir. Með uppsilunni, ekki venlu. Nákvæmlega. Herri, drengir, ársuppgjör, hvað er að byrja? Við byrjum á Helga, förum í Helga. Við erum að byrja á manninum. Þið eru báðir frægir. Annar kann alltaf verið í sjónvarpi og hinn og reyndar með andlit fyrir sjónvarp líka. Við þurfum eitthvað að vinna í því, sko, koma nú með eitthvað, sko. Elda hambúrgarhrygg hérna, þeir nýtist ekki best það. Þannig að þetta einhvern veginn, sko, ég er náttúrulega bara svona að segja aðeins hvaðan ég kem, sko, þá var ég þetta bara bankastarfsmaður í einhver 17 ár. Var hérna á deskinu hjá Kaupþingi, byrjaði þar 2007. Byrjaði í miðju fjöri bara. Já, það var alveg geðveikt, sko. Við þurfum að fara aftur á það, hver er dalinn upp? Já, Grafavogurinn. Já, ok. Byggði það hverfi upp með berum höndum og svona góðum mennum. Þú veist, krakkarnir sem eru að hlaupa þær í dag í Egilshöllinni, þau eru þar að því ég var á mölinu þjáðist þarna í mörg ár, sko. Sem fjölnismæður þá? Sem fjölnismæður. Og ertu harður fjölnismæður í dag? Það hefur verið aðeins minnka eftir ég flutti út á Nes. Nú er Nesin. Seldendingur. Gróttu með krakkarnir í Gróttu og ég tók 2 tímabil með Gróttu, þannig að þeir eru svona standa mér næst núna, sko. Þú ert í Gróttu. Hvenær hættir þú? Þetta er 2012-13, sko. Þriðjudeildin. Gátu ekki neitt, þetta var önnur deild. Þetta er svona fyrir, sko, Óskar Hrafn kemur inn hann aðeins setna og svolítið tekur þetta rastalevel. Einmitt. Þetta var alltaf bara flott umgjör og svona, þetta var svona nærdeldaklúbbur einhvern veginn bara Var Anton Ástvalds smiður? Já, heldur betur. Tók ára með honum. Shout out á Doc, the original. Já, mikið presens í þeim. Heyrðu, ok, Fjölnir, hvaða skóli upp í Grái? Já, ég er hérna bara í Foldaskóla. Ég var örugglega bara einn af fyrstu árgöngunum sem að dettur hérna inn, sko. Þannig að þetta var mjög hrátt en mjög skemmtilegt og þetta bara, þú veist, fullt af krökkum á mínum aldri og mjög gaman. Var einhver business í þér? Varstu byrjaður að miðla Pokémon-kortum, eitthvað svona kaup og selja? Nei, ég var rosa mikið bara fótboltagæi, sko. Fótbolti? Var einhvern veginn bara hélt að ég yrði atvinnumaður og var með þann draum alveg í maðanum svona fram að úlingsár þangur til ég einhvern veginn, ég man ekki hvernig það kom til en ég var allavega að vinna með gæja sem var í háskóla í Bandaríkjunum á fótboltastyrk og þetta var mikill spaði og töffari og svona ég er að leita upp til hans ungu maður, sko, og svona eftir það fór ég að hugsa sem það sem svona kannski
þú veist, atvinnumennskan kannski ekki alveg þar en skólastyrkur í Bandaríkjunum var eitthvað sem ég var bara farin að stefna á í menntaskóla og fer sérst út eftir MS tek MS þarna og er í fótbolta og gengur ákveðt liða og fer sérst til Bandaríkjana tek hérna 4 ár í litlum einkaskóla í Flórida bý bara við ströndina og bara fáránlega skemmtilegt. Var það Orange Beach eða hvað? Sko, bærin heitir St. Augustine og er rétt hjá Daytona Beach. Ok, Daytona. Þetta er svona norður Flórida, sko. Tókstu PCB á Spring Break, eða? Ég fór öll árin til Key West. Key West? Besti vinur minn er þaðan, þannig að við tókum hann að keyra þangað niður og mikið partí. Þeir eru að tala eitthvað tungumál sem ég skil ekki, sko. Panama City Beach. Spring Break! Já. Mjög gaman að hleypa yttanum í Spring Break maður það var hættulegt það verði ekki rifið ára upp sögur af því í podcasti það er tjúsveisla þetta er nema eftir minn dag held ég þannig ég er hérna smá hetja hann í litlum skóla og bara mjög gaman og kem svo heim var semst að læra sportmanagement íþróttakrakkin sem ég var á hvað að fara í það og ógeðslega gaman að læra það en kannski ekki mjög praktískt svona upp á vinnumarkaðin þannig ég kem heim og fer að vinna í ykkur 2 ár og þannig að svona 2005-06 er ég svona farin að hugsa hvað næst og þá eru bankarnir. Maður spyrja, hvað ertu gamall þarna? Hvernig ertu fæddur? Ég er 80 mótil. 80? Já, ég er þarna 24-5 er ég svona farin að pæli hvað ég vil bara þegar ég er stór og já, er svona einhvern veginn svolítið skotin í bönkunum sé það einhvern veginn fyrir mér sem er svona spennandi vettvang þannig að ég fer sér aftur til Flórida í annan skóla, tek MBA gráðu mastera með þessu upp og er klár hérna 2007 með hendurnar bara fram úr ermum og til ég að fara að gera og græja og mæti hérna bara og banka dyrnar hjá bönkunum og hérna ég held þetta hann að verið þannig hjá Kaupþing að ég sótti eitthvað starf sem að var held ég alveg í minningunum var ekkert spennandi en það var hjá Kaupþingi fer hérna í viðtal og Jónas Kvamberg sem þá var starfsmannastjóri, mikill meistari tekum að funda og segir þetta starf sem sóttur við erum með hérna bara út af öðru við heldum passast betur inn í hérna verðbréfaráðgjöfuna þurfum með sprækan þar og ég bara var til í það og detta hann inn í svona verðbréfa lífeyrisráðgjöf sem var einhver 20 manna hópur og mikið desk, mikið gaman og mikið fjör og strax bara gengur vel og góður hópur og ég fíla mig bara vel svo náttúrulega hérna árið setna eða 1,5 ári kemur hérna smá skellur og það verður smá svona minnapartí næsta árin en maður hjakk hérna inni með góðum hópi og bara var virkilega gaman. Hvað var Kaupþing þannig? Var þetta komið niður í Arion Headquarters? Nei, ég byrjaði niður í Austurstræti gamli búnaðabankin þetta er á 4. hæð þetta er huggulegt lokal alveg í Austurstrætinu já þarna ég er ekki kunnur staðáttum þegar fólk segir eitthvað en hvernig kultúrin á þessum tíma nýútskrifaður masterferð í banka þú veist hvernig þetta er alltaf forvitnilegt hvernig voru þú veist þessu launin bara fyrir byrjunar starfsmann sem var að hefja störf þau voru bara í minningu bara fín þú veist, mann alltaf var bara svona mikið junior en manni fannst einmitt að þeir væri bara sitjandi fólk sem var að útskrifast á þessum tíma kannski aðeins fyrr, ég veit það ekki og það heyrir ofta að það eru búin bara jável slegist starfsfólk og sem var að útskrifast eitthvað þetta eru breytti tímar í dag þeir eru það þannig að þetta var bara mjög cool að vera hluti af bankagenginu og það var, maður gæti farið með Kaupþingsnámsspjaldið bara á skemmtistöðu og það var bara framfyrir rauð allstaðar Fékkstu er það ekki þannig í dag þegar menn er í banka, farið ekki bara svona risnukort eða bara mátti 150 í mat og lípandi fá eina flösku í hádeginu var það þannig? Já, ég var nú kannski ekki alveg þar á þeim tíma það var meira svona bara í almenningnum en eflaust fóru mikinn það var ástæð fyrir að maður gæti mætt með nafnspjaldi bara framfyrir og það var ef þú sást bara Kaupþings logo það var vitað að þú myndir kannski taka 1-2 flöskur og það er svolítið stór En fannstu á þessum fyrstu 3 árum hvernig þetta svona kúplaðist allt upp hagkerfið eða hérna það er nefnilega svona gaman að líka þú veist að því við erum inn í dag núna 2024 að klárast 20 ár síðan mann horfður tilbaka og þú veist, markaður náttúrulega þurrkast út basically þarna 2008 og þannig að ég kem inn í hlutabréfamiðlun, það færi ég mig þangað yfir 2013 þá erum við svona útboðin að byrja aftur bankarnir að setja fyrirtæki marka sem þeir höfðu tekið yfir
og umsvifin aðeins að aukast og það þurfti fleiri hendur í miðlun þannig að ég var pikkað í mig þannig að ég færi mig hann upp á 4. hæð og það var bara mjög spennandi að taka þátt í því að byggja markaðin upp aftur og og svona þá varum við alltaf 2-3 útboð þannig hverju ári og svona hafa mikið að gera og bara hlutir eins og að fá sko lán til hlutabréfakaupa sem við mátti ekki tala hann sko árin og undan það var bara, þú veist, það varstu tekin á lífi sko. Þannig að við vorum svona eitthvað að kvísla því innan hús hvort við getum kannski farið að byrja á því og þannig að það var ákveðin svona slagur sem að við fórum í að fá það aftur í gegn við erum að fara að lána hérna aftur aðeins til hlutabréfakaupa. Tabú þetta stýringin var, sko, þetta var ekki seldist ekki á fyrsta fundi það þurfti aðeins að brjóta niður nokkra veggi en það gekk nú alveg eftir og við svona náðum að fá einhverja kúnna inn í gírun aftur og var þetta í skrefum á þetta stýringin að þið með hafa 2-földa gírun svo kemur 3-föld, svo kemur 5-föld 20-föld eurur hvað fer þetta hátt? Nei, þetta var sko, þetta byrjaði náttúrulega bara mjög rólega og svona bara vorum að taka lítið skref sem var svo sem bara fínt sko og þannig að þetta var svona, maður tók svolítið þátt í það byggja markaðin hann upp ég held sko 2010 til dæmis eru bara einhver 3-4 lög eftir og vísitalan heitir sko OMX 6 og af þessum 6 voru held ég 3 færeysk félög hérna heima? Ok, magna FO Atla og FO Bank og svona það var mjög lítið þetta var lengi vel bara OMX 8 held ég alveg til ársins 2017 eða eitthvað og ég held með þess að líka sko það hafi bara staðið tæft að hér er bara hlutabréfamarkaðar áfram þetta bara með eitthvað örfá fjölu og þetta var ekki burðugt en svo svona vaknar hann smá líf 2011-12 1 eða 2 útboð menn ekki hvort að Hagar voru hann að freka snemma ég vil ekki skúpa mikið, við ætlum að taka þetta saman í næsta þætti sko þetta voru fjarskipti, gamla sín, Hagar, N1 það kemur hérna röða útboð svo kom Bylgja tryggingafélög Vís Bylgja tryggingafélög Vísbætti þannig að maður var svona svolítið hands-on bara í að fá og það var náttúrulega bara kom svona fljótlega áhuga því að þetta bara félög sem allir þekkja og svona yfirleitt svona ágætis útboðsafsláttur og þannig að það var ágætis þáttaka í þessum útboðum og svona eftirmarkaðurum byggðist upp svona nokkuð en sko, þú talaður þú kemur inn 2004 svo kemur hrunið, svo ferð þú yfir í miðluna hvaða myrkraverk voru að vinna hérna 2008 til 11, var eitthvað að gera í bankanum á þessu tíma? Nei, þetta var bara sko restructuring ríkisvíxlar var svolítið sem við vorum að reyna að selja því að það mátti ekki tala neitt hlutabréf, þá var leiðaðir sko eða þeir voru hent út þannig að við vorum hann að selja ríkisvíxla sjóðmanni og lappa með hann á milli og það átti sko að vera það öruggast af öllu öruggu eftir að svona það sem undan hefði gengið en þú segir labba á milli, voru actually að taka fund að selja þetta eða varst að ringi einhvern bara jæja, má ekki bjóða þér hérna ríkisvíxlana? Já, við vorum svona targeta fyrirtæki og sjóði sem að kannski er að fá aðeins betri ávöxtun heldur en að bauðst á okkur öðru en fyrst og næst var þetta bara öryggi fólk treysti, sko, ég meni því kannski munið eftir þessum umræðanum sko tryggingasjóð innistæði eiganda sko og eitthvað hámark á því hvað var tryggt sko fólk var mjög var þetta ekki eitthvað hámark upp á örfáar milljónir það var eitthvað klink bara þannig að þeir sem áttu eitthvað peningum voru þetta mjög umhugað að þetta væri eins örugt og það gat verið, þannig að það voru ríkisvíxlandir komið sterkir inn og það var stofnað sérstaklega ríkisvíxlasjóður og annars sem var náttúrulega bara eina sem var helviti boring umhverfið þetta var svona smá þinga en þannig að þetta svona fer að byggjast allt svona frekar hratt upp 2013-14 en sko, þú veist, ef þið skoðu þessi félög sem að fóru á markaðan þá kannski eiga þau öll sameiginlegt, þetta voru innlend þjónustu fyrirtæki að uppistöðinu til retail, fasteignafélög, tryggingafélög þú veist, þetta var auðvitað svona kannski svolítið allt góð félög en svona, þú veist, kannski með svona bara svipaða markas bara fókus á hagkerfið Ísland og vaksta möguleikarnir eftir því kannski takmarkaðir þannig að það svona vantaði, þú veist, við vorum alltaf með Marel sem var svona, þú veist the sexy thing, sko, með svona einhverja sögu og því Össur var alltaf farið til Danmörkur og þá kannski hringdi einhver erlendur og fjör í deskinu eða já en þannig að sko þannig að það vantaði kannski svolítið á markaðin þannig að þessi ár Icelandair var auðvitað mikið svona spennandi félag þannig að þetta var svolítið þar sko
svo líka gjaldeyrishöft líka í þokabót og allt, það var allt svona svolítið erfitt. Hefur eitthvað þurft að treyta gjaldeyri með þessu? Er þetta bara alveg skorið? Þú varst bara í hlutabrjóðunum? Já, það var ekkert spá í skuldabrjóðum, ekkert spá í gjaldeyrunum? Sko við vorum með þetta bara þannig að við vorum með sérstaklega hlutabrjóða teimi og svo annað sem var skuldabrjóða teimi, þannig að það var bara, menn voru fókuserar á og eru það ennþá bara á sitt sko. Eitt hérna með þessi útboð þú veist, þín aðkoma, ertu inn í því frá A til Ö eða býður þú bara spenntur eftir eitthvað komamarkað og þá byrjar að reyna að miðla að selja, eða varstu inn í, þú veist, var annað teimi sem sér útboðs? Já, nei, sko Arjón hélt utan að við sáum mikið af þessum útboðum og þá var okkar hlutverk að vera með svona roadshow kynningar fyrir fjárfesta, lífeyrissjóði og verðbréfasjóði og almenning og þannig að það var kannski einhverja vikur fyrir útboð voru fundir kannski 2-3 ára dag þar sem að forstjórarnir voru að fara yfir og fjármálastjórarnir fara yfir félagið og ég man að við vorum til dæmis með eig og reyti með tiltölulega stuttu millibili hvort það var bara sama ár og Guðjón í reytum var hann búin að taka kannski 3 fundi á dag í 2 vikur sko og alltaf með sömu ræðuna og það sem var gott hjá hann sko, hann var alltaf með sömu brandarana, hann náði alltaf að einhvern veginn koma með þá eins og hann væri að segja í fyrsta skipti þá var hann var að segja það sama brandarann 3 ára dag og hló alltaf svona þannig að við vorum mikið í því að fá bara einmitt fjárfest að borðinu og svo bara settum inn tilboð og hérna. Ertu að taka follow-up eftir svona roadshow eða? Já, það þurfti náttúrulega alltaf að fara yfir og svona fá eftirmarkaðin í gang líka og fá mental að treyta eitthvað sem bríðum að hreyfa þau á markaðinu líka einmitt. Þannig að þetta er svona Já, hvenær þetta komið aftur í svona fullt sving þú veist, 2014-15 alltaf þetta sé ekki svona þá man ég upprisa Icelandair var þarna gríðar sko. Það eru stór katalist í þessu þegar Icelandair er restruktúrað aftur og það er útboð þá genginu 2,5 eða eitthvað sem var svo enda Icelandair fór í 38 það kannski svona var eitt stærsti katalistin í því að byggja markaðin þannig með félag sem allir þekkja var með, starf sem erlendis og svona þannig og gekk náttúrulega bara mjög vel eins og þessi, bréfin fór úr 2,5 í 38 eða eitthvað og náttúrulega grunninn við fyrir ferðaþjónustuna sem var hraðast vaxandi en fannst þetta semst bara svona ár frá ári tröppugangur, meiri velta, meiri viðskipti en hefur það, þú veist, þessu kannski 10 ára tímabili ef við tökum hérna endurísu markaðsins voru þetta einhverju nýju fjárfestar? Er þetta bara lípar í dag eins og þetta voru lípar fyrir 10 árum? Hvernig upplifur það? Er þetta grunnur eða djúpu markaður að kaupa og selja? Já, þú veist kannski náttúrulega gallin kannski við íslenska markaðin hvað lífeyrissjóðnir eru stórir í mörgum félögum og þú veist og það er bara því þeir eru til dæra stór hluti af bara hagkerfinu þannig að sko ég menna það voru kannski þetta er ekkert margir einstaklingar sem að voru í stórum viðskiptum og líka þetta var kannski ekkert aðgengilegt á þeim tíma að eiga hlutabréfaviðskipti. Þú veist, þið þekkið þetta í dag, þú fer bara í appið og stofnar vörslureikning og þú byrjar að treyta eftir 2 mínútur. Þetta var náttúrulega þurftur að koma niður í banka, skrifa undir einhverja pappíra og svoleið sko, þannig að þetta var kannski ekkert, þetta var ekki svo aðgengilegt og þeir mörguleiti núna. Þannig að það voru færri en þetta einhverjir sem voru náttúrulega bara stórir og svona stjórnu kannski svolítið ferðinni á markanum. Þannig að það var auðvitað svona uppistæðan af þeim viðskiptunum sem við vorum með sambandið, voru þeir sem voru með framverkasamninga og voru að gera svona stærri díla og annað sko. Swaps, er ekki alltaf verið að swappa? Já, svolítið að swappa. Afleiðu viðskipti? Mitt. Nei, engar afleiður er það? Já, bara swap er náttúrulega afleiða, eða þú veist, þetta er... Aha. Já, sko við vorum með afleiðu desk, svona options. Sem að var bara ágætt en þetta er bara, þetta er of lítill markað til þess að ná einhverju dýft í hann. Hvernig er samt, fyrst við erum með því, þú veist, afleiðu markaður á Íslandi? Hann hefur aldrei náð, þú veist, neinu flugi eðla kannski því þú þarft að vera fagfjárfestir til að geta gert þessa samninga. Já. En ég meina... Nei, þetta var ekki mikið umfang en við vorum alveg að selja einhver kól og eitthvað svona og svona en það voru fáir í þessu og fáir sem að kannski treystu sér til þess að fara í þetta en einhverju þó og þetta var svona skemmtileg vingill á markanum. Ég meina þessi var útdeilt bara sem áskriftarréttindi með Icelandair útboðið 2020. Já, það er náttúrulega aðeins öðruvísi en já, það er svona þá aftur rétt á því að kaupa bréf sko. En þetta er, hvað eru upp á því helviti í dag? Já, það er búið, það er komið yfir einn dag sko. Þannig að
Ég man ekki hvernig það fór nákvæmlega. Já, en sko við förum kannski líka bara svona nær tímanum það sem við erum í dag að það svolítið að verða eins og einn góður podcasteri segir sko changing of the guards að Össur náttúrulega farið út og Marel svona á leiðinu að verða hálf bandarískt félag og við erum að fá inn kannski þú veist félög sem eru að fara að bera hana markað uppi á einhverju leiti hvað var það allavega svona söluræðin að þú ferð að tala spennandi á markaðnum þú veist félög sem að koma með eitthvað nýtt að þau auðvitað með fullt af félögum sem eru bara í svona þjónustu fyrirtæki á Íslandi og veist, eru bara mjög solid rekstri þannig að félög eins og Alvotech og Amarok og Oculus og þessi félög sem eru að koma með eitthvað nýja sögu eitthvað alþjóðlegan svona vinkil inn á markaðin þau munu sennilega verða svona kannski það sem að vonandi tekur við af svona þessum Marel og Össur Það er mjög spennandi tímar hjá þessum þrem sem þú nefnir sko. Já, þau fá mikið svona eins og því að kannski tekið, fá mikið pláss í umræðinni það er bara, það er meira að gera það heldur en kannski hjá fasteignafélögin eru bara, kaupa ykkur fasteignar og svona, en það er svona eitthvað innovation sem að orðið smá eins og bara gott skuldabrif Þegar ég líka bara orðið skýt sama á þetta bónus ég opna sér nýja búð í Skútuvogi eða eitthvað eins og kemur frá Högum og fleirum Þetta er svo spennandi að sjá bara eldur að býti gull og statur á Grænlandi í einhverju kjaftaði alveg skölun bara Oculus þú veist, fyrir mér Oculus sko, þú veist, ég bara vissi ekki hvaða félag þetta var í byrjun árs sko og ég held að séu margir í sömu stöðu sem að þetta er bara nýjung fyrir þeim sko Já, þetta er bara með íslenskt hugvit sem er mögulega að fara að breyta markanum alþjóðavísu þannig að þú veist, þetta er alltaf spurningum gutt, þeir eru ekkert öruggir með að þetta virki eða seljist en hugmyndin er góð og fjárfestar eru til í að allavega koma þessi eitthvað áfram svo þurfum við bara að sjá hvernig það þróast Já, ég heyrði söluræðu með Oculus hvort viltu láta sprauta í augaður eða bara fá dropa það var liftur að Já, sem það maður heyri þetta reglulega Hérna annarsamt, og þú nefnir þetta með Marel JBT þú varst á þessu markaði í yfir 10 ár þegar að verður, heldur bara að detti niður öll velta með Marelina heima eða ertu svartsýnn á þetta sé Sko, reynslan sem maður hefur til dæmis þegar Össur var tvískráð í Danmörku það endaði með því að það var náttúrulega meiri hlutin að Bríón var komið þangað Já, og bara treytað í og treyta meira eða reyndar var kannski ekki treyta mikið þar en svona stór hluti af hlutum var komið þangað þannig að þeir hættu með skráningunni í það heima og eins og þetta lítur út með Marel-dílina þá mun einhver 65% af Bríón verða JBTMA í Bandaríkjunum þannig að maður er alveg hættur að kannski þetta svona muni tilta frekar í áttina því að vera treytað í Bandaríkjunum þó þetta sé búið að vera mjög liquid hérna heima líka þannig að svona með tímanum kannski það er alveg möguleika því að við sjáum veltuna færast þangað yfir Þekkir að, einhver velta með þessi bréf eins og í Hollandi, eru ekki skráðið líka ennþá í Hollandi? Jú, hún er ágætlega djúp sko en það er mikið svona sko, hún fer ekki mikið fram á þinginu sjálfu heldur þetta miðlarar að mattsa saman já, svolítið svona að vera að para saman kaupendur og seljendur, þannig að þú horfur á veltuna á markanum, þá kannski finnst hún ekki vera mikil en það er hann að bakvið verið að gera fullt af dílum sko. áhugavert. Og það er kannski annað að því að Marel verður alþjóðlegt félag fyrir erlenda fjárfesta sko. Þú veist að maður eru hluthafar eða vilja vera hluthafar og þú horfur á félag eins og Marel og JBT sem er skráð á 2 stöðum, annað er Ísland sko, með íslenska krónur, hitt er Bandaríkin veist hvort markaðin velur, það er svona kannski það er það sem er eitthvað líka kannski að horfa til að það veri svona erlenda flæði muni fara meira gegnum Bandaríkjamarkaðin. Akkurat. En hérna, þú fórst gegnum hrunið inn í bankanum, við tökum aðeins COVID, hvernig síðustu 4 ár, var þetta bara algjör bilun 21, 22 eða? Já, þú veist að það er mitt gott að nefna þetta því maður fór í gegnum auðvitað svona hrunið sem var svona íkt í hináttina en þarna þegar vextir fara að lækka mjög hratt niður og hlutabréf eiga bara sín bestu ár það var auðvitað bara ótrúlega mikill áhugi sem að sá spretta fram og þá kannski sá maður fann hvað er raunverulega mikið af peningar núti sem er ekkert inn á markanum dagstæðlega, þannig að komu alls konar fjárfestar og vildu fara að setja peningi í hlutabréf þannig að það var svona, og þetta var á sama tíma það sem að að geta stofna til viðskipta varð tölvöld auðveldara
þú þurftir ekki lengur að koma og skrifa undir og heldur var rafræna svona rafrænu ferlin voru orðin betri þannig að það var mikil aukning á bara viðskiptunum í hlutabréfum almennt Já, mikil svona almenningsþáttaka Mikil peningur sem skiptaðist inn á markaðan og þetta voru þetta mjög góð ár hérna 21, 22 og maður sá þetta svona, svo ég tala fyrir sjálfa mig svona fyrst í praxis sko, hvað vaxtalækkun hefur áhrif á hlutabréfamarkað það er bara, þú veist og ég bara flesta aðra eignamarkaði þú veist, en hlutabréfamarkaði náttúrulega sérstaklega eins og við sáum hér og þetta líka húsnæðismarkað og annað En þitt teik núna, ég heyrði mitt bara helgina á spjalla við, hann sagði að þú veist meðan að bankarnir geta ennþá bóðið 8-9% á innlánsvöxtum þá kannski gamla fólkið eða eldri menn sem eiga eða eldra fólk sem á mikið fjármagn ekkert að fara að hreyfa sig inn á markaðin heldur að sé einhver svona skurðpunktur þegar innlánsvextir orðnir 5% þá ertu frekar farin að horfa á hlutabréf eða er þetta bara háð stemmingu einhvern veginn? Já, ég held að sé alltaf bara með hverju vaxtalækkun eru alltaf fleiri og fleiri sem sko fara að velta fyrir sér að færa pening á milli en hvað skurðpunktur nákvæmlega þú veist, það ég meina hvað fóru vextir lægst í 0,75 eða eitthvað þá var náttúrulega voru við einhvern veginn með bensinkjúfin í botni förum í tíma vel ringjum í Helga 20 full gírun heyrðu, ok, og hvað á þessu ári, hvað hættir í Arionbanka, er það í sumar? Já og dúka bara upp á LinkedIn strax, ég er on fan það var nú bara óvart sko, ég man ekki hvað var, ég bara sá eitthvað ég kannski bara, þú veist, ég seti eitthvað inn bara því að mér datta í hug og mér fannst það eitthvað current og það ættir svo sem ekkert að verða eitthvað framhald af því en það, ég fekk strax bara mjög mikið svona meðbyr bara over alls konar áttum og gott pepp og það svona hvatti mig kannski áfram til þess að fara þú veist, setja þessar hugsanir sem ég var með og kannski las einhverja frétt eða sá einhverja hreyfingu og ákvað kannski að reyna að svona matreiða það á svona frekar einfaldan hátt bara framsetningi flott og einfalt já, maður sé bara hvernig krakkarnir eru á aðkvæmskáin er svona 7 sekúndur þetta er líka ákveð augnakonfekt sko að vera með þessi emojis og þetta sko, þetta er ákveðin list sko já, þetta var nú bara eitthvað einmitt þannig að ég svona reyndi að hafa þetta bara þú veist, einfalt en kannski með einhvern vinkil sem að fólk hafi ekki pælt í áður þú veist, og það held ég að við bara hitt í mark hjá fullt af fólki Já, klálega og gera það Varstu virkur fyrir á LinkedIn? Nei, nefnilega ekki neitt Ég held nefnilega og eflaust fyrir mjög marga er LinkedIn bara þú varst svolítið með rafrænu ferilskrána þarna uppi Já, klálega Þannig að einhver þetta flettar upp, þá varstu kannski með presens en þú veist, og ég held það var mjög lítið að fólk sko þorði held ég bara að segja eitthvað þú veist, hvað á ég að segja þú veist, bara einhver sem vinnur eitthvað starf og ég segi hvað ég ger í vinnunni en ég held að sé að breytast Já, maður svona kannski fann að sjá heldur mikið af einhverju oflæti frá liði aðninni, en þetta er spot on og ég get svo sem sagt mistöki sem við gerðum ég tók það með LinkedIn hérna fyrir okkur pingimenn að ég fór að byrta svona undirbeltis mím, það sló ekkert í gegn og því að þú eru lengin að læka þau sko. LinkedIn er ekki alveg tilbúið mím ennþá sko. Nei, og út af því að sko ég held að Twitter sé perfekt í dag því að það sér enginn hver að læka en að vera með skot á LinkedIn er ekki sniðut sko, því að það sjá allir hver lækar en það geta til ykkar hlustendur og enn og aftur, það er ekki bara hægt að fylgja þér eða bratta ég fylgdi þér og það er alveg fullt af followers Helgi Frímannsson hvetja fólk til þess erum við að gleyma einhverju eða erum við ekki að fara að demba okkur í helvits ári núna förum við að demba okkur í árið í ár og en áður en að því kemur þá vil ég minnast á Teia Varst þú ekki eitthvað að fikta þeim með daginn? Geggjaðir. Varst þú eitthvað að reyna að fá einfalda greiðslulausnir, ég heldur að græja alla pakka sem ég panta á netinu fyrir jólin og þá aðlóti, ég kefti bara á bamboo.is, notaði Teia, tók inn að daga, onboarda, talaði á support. Sér það? Hugsaðir. Það er ekkert verið að flækja þann Svo fær hann greitt degi eftir uppgjör, þannig að hann var nú ríkur fyrir jól. Það er algjör munaður að fá greitt degi eftir viðskipti, þannig að þið sem eru á leiðinni í business, það er bæði pósakerfi og netverslun, þannig að í guðanabænum, íhugið Teia, ekki láta bukta það og beygja eins og við segjum. Herðu, svo vil ég koma inn á líka Síman Pay. Við fengum nú derhúu hérna daginn. Make payments great again. Við skuldum það inn í Dýbund og Pingjan. Þurfum að setja það í Facebook-hópin okkar. Þetta er jólamynd. En þið þekkið þetta, það er aðgangsstýring á ITAN. Já, léttkortið. Léttkortið góða.
og þetta í rauninni að umbylta bókhalds eða bara bókarinn hoppar að kæti í dag sko. Þetta algjör bylting fyrir bókarann. Ratar allt beintin í bókaldið og ég fæ ekki að kaupa með sjampó, smelli mynd og svo setja aðgangsstýringu á eitt svo hann fáið sér ekki eitt kampáinsglas. Þannig að kíkja á Síman Pay og við þökkum þeim kærlega fyrir samstarfið. Herriði, drengir, þá það árið í ár, winners and losers og allt þetta sko ég ætla að nota til að brjóta í sin en við erum eiginlega bara komnir onni í djúblöðina. Ég ætla samt að taka þetta bara erlendu áður við hleypum helgað og förum í svona umræður. Já, ætlar að byrja þar. Það ekki? Já, ok, bara stutt yfirferð, bara mjög gott. Sko, winners, og þið megi hafa umræðu eða bara segja já næsta. Og það var gervigreind og Nvidia. Nvidia hljóp yfir 3T, við höfum aldrei talað T áður. Tölum alltaf B-dollara. Já, eða þú veist, það náttúrulega Apple og fleiri sem að... Við höfum aldrei talað það. Ekki? Nei, komður yfir 3 triljarða market capið. Já, ég held að séu nú alveg 15 fyrirtæki í því mengi. Já, en Nvidia eru þeir sem að reysu hæst á þessu ári þaraf og ég sá grein samantekt á fjárfestingum í Bandaríkjunum að þetta fyrsta ári í langan tíma sem að hardware fjárfestingar taka fram úr software. Það búið að vera mikið svona SaaS-blæti, kannski undanfarin 57 ár og þetta fyrsta ári sem að hardware tekur yfir. Annað, lítið og létt, Ozempic og Novo Nordisk, hvað þekki ég marga sem eru 20 kíló niður á árinu. Þeim fjölgar í kringum mann sko. Ég þekki nokkra en ég sé svolítið marga. En ég meina, sko, þú veist, þetta náttúrulega stórmerkilegt fyrirbæri. Novo Nordisk, þú veist, þetta liggur við single-handedly heldur uppi einhverjum hafist í Evrópu ef hann sko. Bara Danmörku? Já, Danmörku þetta, en nú ég bara að tala í Evrópu. Þetta bara mjög mikilvægt fyrirtæki sko í Evrópu sem slíkt sko, þannig að Þetta er ekki gott fyrir sko að því að við skilst að sko matalistin hjá þér minkar sko. Þannig að matvæla framleiðendur heyrur ekkit alveg að elska þetta sko. Borða bara minna. Og gott eða var ekki kók og fleiri svona hvað getur maður að segja, svona confectionery og snack og beverages þau byrjuðu strax að lækka þegar fyrstu tölur af hvað þetta væri orðið ógeðslega mikið að liði sem á Ozempic. Ég held að þetta sé 20-30.000 á Íslandi, 10% sem að nota Ozempic. Ég held það og þar af sko mikill meiri hluti framhjá framhjá lífseðil ekki lífseðils treytið í sér kannski sko long Novo, short Pepsi og Coke. Það var að vinna með demografinu sko. Þú veist, en hefur verið að sjá eitthvað svona tölulega, þú veist, áhrif er þetta að segja eitthvað til það á þessum tímapunkti? Ég held ekki. Við þurfum að ekki nema þú sett með eitthvað tek. Nema þú sett með eitthvað? Nei, ég sjálf sér ekki sko. Nei, einmitt. Herðu, eitt loka sjátt Bacon brósar, náðu 100k. Við þurfum að rósa þeim, winners. Og kakobönir, hækkuðum 75%. Þannig að það voru allir tjúlaði fyrir jól því að Novo Sirius og fleiri ára var svo dýrt. Já, maður sér þetta á verðinu. Ég er mikill súkkulaði kall sko. Ég held að tekið þetta fyrir í svona apríl. Það væri brestir þarna í stærstu kakó. Kaffi næst, þannig að slakið á. Hvernig hefur eitthvað verið í ráfurunum? Eitthvað að skrifum þær eða? Nei, ég hef ekkert farið í það sko. Það er einhvern veginn sko það sem við vorum að treyta eins og Arion, það var sko ráfurur voru það var bara ekkert í boði einhvern veginn að treyta það mikið. Þannig að það var svona, vissi af áhrifunum á kannski svona fyrirtækin en svona beint kannski, Er eitthvað desk á Íslandi sem með ráðurum bara þekkingu og getur hringt í hann bara, get ég fengið framverkan sigur bara apríl 25 Ég held að það sé eitthvað lítið ekki alveg en Nei, áhugavert Svo var ég með vinnar Stefán Einar Stefánsson en hann á kannski að vera innlendur frekar en erlendur, hann sigur ásins fyrir okkur. Hann verður global á næsta ári. Já, heyrðu, fyrir losers við verðum að taka Evrópusambandið, Mario Draghi skýrslan það sem kom fram að Evrópa er að dragast aftur úr ekki fórustu eiginlega neinstaðar þegar kemur á fjárfestingu í tækni, framþróun, hernaði, hrávuru og svo kom var meira að segja nefnt að þau var að verða eftir á í gervigreind. Og hvað tókuðu þessi til og gerðu? Þau voru fyrst að búa til regluverk í kringu gervigreind. Þetta er alveg hrikalega sorgleg sem gerir það verkum að fyrir jól, rétt fyrir jól afsakjarna minn þá hleypir ChatGPT eða OpenAI í loftið mynd tækninni sinni sem heitir Sora
sem að frumkvölar í Afganistan geta leikið sem með þetta en ekki við. Þannig að takka Evrópusambandið. Erlendis tók bara hérna nokkur bréf, Visser niður 35% árinu, Moderna 58%, Intel 59% og Walgreens í Bandaríkjunum 60%. Það voru bara búnir með Erlend. Og eitthvað við þessu að bæta. Áhugaður punktar sko, þú veist, svo sem hægt að ræða auðvitað Moderna. Nei, ég held að við séum alveg konum með nóg að því sko. Það er bara eins og með Evrópusambandið, þetta er að gerast fyrir fram nefið okkur og það er bara eins og fólk sé ekki átt að segja á því þarna inni sko. Þetta er eiginlega bara sorgleg þróun. Ertu harður með á móti eða? Já, svona hlutlaus bara. Já, ekkert sérstaklega hrifin. Ég er meiri Bandaríkjamaður. Já, hjarta líka svona Ég er sammála og ég efst við bara hérna daginn að við ættum frekar bara að vera 51. ríki í Bandaríkjunum heldur en að láta leiða okkur hérna. Það er þetta hörkupunktur Fá okkur eigið NFL-lið og fá McDonald's aftur Það er geðveikt. Já, þú ferð í það mál. Ég fer í það. Þú og Inga Sæland. Ég og Heiðar vill dollar eða ekki? Eða vill hann Kanadadollar? Ég og Inga þá tökum við það. Heyrðu, hérna heima, hvað er að byrja? Kannski við hleypum Helga að, hann er nú undirbúinn. Já, sko, ef við skoðum árið, það þetta kannski aðeins holdt að sko bara rétt að snerta á hvaðan við erum að koma 23 sem var auðvitað sko ágætis ár þannig séð, einhver félög áttu mjög gott ár eins og Amarokk og Ölgerðin og annað en sko það sem að einokar algjörlega umræðina svona seinni part árs 2023 kannski eða meira hlutan og aðeins frá 24 eru auðvitað Alvotech FDA úttekt og dramat í kringum það þjóðin hékk á öndinni hérna í februar og ófáir með bara lífspartnaðinn á þessu þannig að sko maður svona sagði stundum sko að Alvotech væri það besta sem hefði komið fyrir hlutabréfamarkaðinn og það versta að því að það sem gerist er það einhvern veginn að ekki bara umræðan heldur sko og athyglan heldur öll peningurinn sem var komin á markaðinn fór bara allur í Alvo á tímabili og það er kannski svona segveið inn í það sem að gerist síðan þegar líður aðeins á árið og allir peningurinn komin inn í Alvo og þeir fá hana leifið hjá FDA og það var svona ákveðið anti-climax í því. Það var það. Og hvað svo? Veist, okay. Þannig að þeir svona það sem gerist þarna þegar líður aðeins á árið þegar svona úttektin er komin að markaðurinn er þetta bara ekki góður þannig fram á vorið og bara svona og það kemur að því sem þú varst að nefna með útboðið hjá Íslandshótelin sem var hefði getað verið bara flott útboð en tímasetningin var óheppileg ég hittu akkurat á eitthvað þunglindis tímabúnd Þetta var ótrúlega hvað þú veist það bara dróst allt saman bara toppurinn á vöxtum og náðast á verðbólgunni líka og ég líka bara einhvern veginn væntingar þjóðarinnar bara hurfu þarna út af því að þetta fór bara ekki til tungsin sko. En hvenær var þetta aftur? Bara hann hefur rifið það upp og komið í februar eða var það apríl? Í mæ 24, þetta er ekki lengra síðan Erum við ekki að tala um útboð? Alvo? Nei, við erum að tala um Alvo Nei, við tala um Alvo er í februar Alvo er í februar, útboð er í mæ Íslandsútur er í mæ Þetta var nú ekki nema sko, ég held að það er 13 miljardar útboð sem að er nú ekkit sko risastúrt svona eðlilega árferði hefði nú verið lítið mál að klára það en þeir fengu held ég bara áskriftir fyrir einhver rétt rúmlega helming þannig að það var svona náðist ekki Það er gerfitt eða hver var með þetta áttur? Íslandsbanki og Kvika var vinnið sem með Erum við að fara að skella skuldina á Pálór Pálsson eða klúra þessu? Gerð þú það? Nei, ég held að hann hafi ekki byrjaðar þarna í hlutabrjónum Emlegasti miðlari Nei, sorry Nei, já, þannig að já, við erum svona stödd kannski þarna um sumarið og svona og það er kannski, finnst að þetta er svona svipuðum tíma og ég svona er að byrja að punta eitthvað hjá mér hérna á LinkedIn og svona eitthvað og það sem vakti athygli mína var hérna bara fljóta eftir sumar, held að veri bara í byrjun ágúst eða eitthvað, þá kemur fréttum að Baldvin nokkur Þorsteinsson hafi keypt þarna í heimum fyrir ykkur 2 milljarða og svona markaðin er búin að vera helviti lélugur og hérna, en það var svona eitthvað aðeins byrjað, umræðan var aðeins byrjuð kannski mögulega væri verðbólgan að fara að minnka og mögulega væri vextir svona einhvern tímann að fara að lækka, þannig að það svona fyrir mér einhvern veginn allt í einu, ok, þetta gæti verið að hann gæti verið að kalla sérska botnin þarna. Er það? Já, svona þú veist, þetta var einhvern veginn svona, það var eitthvað við þessi kaup sem að svona, hann skellti hann á 2 jörðum bara borðið og þakkaði kærlega fyrir það. Þetta var ótrúlegt.
Líka sko út af því að bara mínu upplifun að þið hafa verið að tala um menn og spá og spekulir í þessu markaði var að þessi fasteignafélög væru bara ekkert spennandi. Nei. Sérstaklega í sumar, bara á öllum tímum þegar hann kemur, þá var ég bara nýbúin að vera í spjalli við einhvern sem sagði bara, þú veist, ég myndi ekki snerta þessi félög hérna heima, sko. Nei, og það sem kannski fyrir maður tilbaka með að því að Alvóið tók nú til sín bara að soga alla orku á markanum til sín að önnur félög svona svolítið kólnuð á meðan og það mynduðist kannski bara hörku tækifæri í þeim félögum eins og við sáum svo sem bara síðan raungerast seinni hluta ársins veist, frá september og núna þangur til að árið að klárast hefur við séð sko ótrúlegt rönn á markanum og eins og ég setti hann inn hjá og fór yfir hann hjá Fortune Invest og hvernig alltaf til að skoða fréttabréfið þeirra að þá var íslenski markaðurinn búin að vera þetta ekkert sérstaklega hann í ykkur 2 ára á undan og langt og eftir til dæmis Bandaríkjunum og Norðurlandunum og það sem gerist bara þarna á nokkrum mánuðum að við vinnum upp þennan mun á Íslandi og síðan aftur Svíþjóð, Danmörku og Noregi vinnum það upp bara mjög hratt þeir dala aðeins og hér fyrir alltaf fullt og fasteignafélögin bara allt í einu verða heitustu stokkarnir Já, hvað eru þau upp síðan hann í júní? Ertu með það, Arnar? Er ekki Heimar bara einn af highest risers á landi? Heimar er nummer 1 já. Sko síðustu 3 mánuðir sko, já, þetta er einhverjum 30-40% sem þessi félög á að hækka sko. Þegar þessi þáttur er tekinu upp, notabene Já einhverju treytingdagar hann sem að gæti á að lið þannig að sko, já þannig að þetta svona var þetta bara til þess að svona, þegar umræðan vaxtalækkanir fer í gang að þá kemur hreyfing á fullt af peningum og menn fara að sjá það er hérna hálfu markaðarnir eða meira allir markaðarnir er bara við setið eftir og hérna þannig að þetta er auðvitað bara að vera mikið rally og eins og segja kannski magna þú veist félög svo Heimar og Kaldalón sem að menn voru kannski svona töldu ekkert sérstaklega spennandi hérna í nokkur ár er allt innum bara kikið tilbaka yfir árið þeir eru búin að hækka einhver 60% á árinu Ótrúlega hvað þetta er fljótt að breytast sko. Já og líka bara þetta moment sko, eða þú veist momentum að núna þegar maður spyrir einhvern, þá er bara það er bara Heimar, Kaldalón, þetta er undirverlegt með hvernig það var sko Já og það er vextir að fara að lækka og þau eru svo skuldsett og eignir eru að fara að rjúka upp og það er bara öllu telt til sko. Já, þetta er ákveðið sweet spot sem að þessi félög í og þau hefur bara gert ágætlega í að markasetja sig líka sko veist bara, við sagt, við erum að kaupa eignir á eitthvað á fermetran og það myndi kosta, veist, 3 sinum meira að byggja, við ætlum að byggja þetta í dag þannig að þetta er ódýr leið til að ná sér í exposure á fasteignamarkaðin í gegnum þessi félög Já, akkurat og svo náttúrulega líka faraðu sko, svona, núna setjum hlut ás hafa þau held ég öll farið í endurkaup á eigin bréfum sem auðvitað hjálpar svona aðeins til við að auka flótið, auka flæðið og veltan pikkar upp og það er svona eftirspurn eftir bréfunum og það er svona kveikir svolítið á athygli fjárfesta á þessi félög sem að svona fyrir voru bara, þú veist, lífeyrissjóðnir áttu þessi félög og einstaka einkafjárfestar voru bara, ég heldur bara á þessu það var svona erfitt að komast kannski í bréf og þetta var svolítið svona bara lokaðar hópur sem var að treyta þessi félög og einmitt eins og við skoðum sko verðbréfa sjóðina hlutabréfa sjóðina að þeir hafa bara eiga ekki mikið í þessum félögum Nei, nákvæmlega Gaman að dreipa á því, spáru mikið í hérna Þú veist, varstu mikið að fylgjast með hvað sjóðir voru að samsetningu bara Þú veist, eins og landsbréf upp 27,88 Ert þú þá bara, já, það er náttúrulega því að þeir fóru inn í Alvó hérna Þekkjur þetta eða hversu miklu máli skipti þetta? Já, mér finnst bara gaman að því að þessi sjóðir birta alltaf yfirlit yfir stærstu eignir mánaðarlega Þannig að þú getur svona aðeins fylgst með hvar Varst ekki að taka þetta saman daginn? Já, þetta er bara einn Slapp á kallinu Ég myndist á þetta í byrjun þáttar Þetta var hérna, ég mynd klapp á þetta Þannig er þetta með, ég meina sjóðstjórarnir sem er að stýra þessum sjóðum þetta eru þetta atvinnumenn og aðeinslega sem bara eiga öllum deginum í að verða með þetta og velta fyrir sér hvaða félögum munu gera best þannig að það er auðvitað svona áhugavert að sjóðunir séu lítið í þessum félögum stærstu auknarnar eðlilega kannski eru svona þessi stærri félög margir með Alvotech og Marel svona sína stærstu eignir og það er svona bara eðlilegt sko
Þetta áhugavert, heldur að sé einhver svona grobbverðlaun eða mikil samkeppni hann á milli landsbréfagæðin, þegar hann labbar á jómuna núna allir að gefa honum klappið þú ert náttúrulega með á fórsíðinni á keldinu með bara stigatöfluna þetta ekkert annað þetta er bara eins og í ensku þú lappar inn og þú veist það þyrfti að gera svona eitthvað fantasi í kringum þetta gera meiri stemmingu landsbréfið er segast efst það sem afir ári 27,8 og bara talandi innan status sko, eða þessa fæslu sem hún gerir sko, það kemur á óvart hversu fáir sjóðir eru inn í þessum 5 hæstu, sem eru búin að ávaxta þessu árunni sko. Og þetta er náttúrulega heima nummer 1, Kaldalón 2, Amarok 3, Síminn 4 og Oculus 5 engin í Símanum, engin í heimum 2 í Kaldalón, 2 í Amarok og 5 vissulega í Oculus þannig að það er að sofa á steipunni já, það má kannski segja líka þetta fyrir verðbréfasjóðir eru þetta félög sem er með sko, mikla veldu eru þetta eitthvað svona staður sem þeir vilja kannski verið í þannig á veldan þetta svona historikli sem fastanefélagum eru þetta ekki mikil þannig að það kannski spilar aðeins inn í að þú vill kannski ekki ef þú ert sjóður sem hreyfirðið mikið allt í einu vera með að koma með 20% sjóðum í félag sem kannski er erfitt að sko losa þá stöðu þannig að það getur auðvitað spilað inn í sko þannig að því meiri velta því betra sko ég hef nú heyrt stundu talað þetta flæðið, ertu mikið að fylgjast með flæðinu eða? Já, mér finnst alveg gaman að þú veist vera með kódjækin opinn og sjá svona hvað viðskiptin eru þetta Já, og þá ertu, sko flæðið er væntanlega bara hann maður segir tilboðsbókin, bara það sem sérð magn, kaup og sölu Já, nei, bara líka viðskiptin sem eru verið að prenta á þinginu Já, eða þú veist það sem er gengið í gegn Já, það er svona alltaf að segja manni svona, maður veit hvað er í gangi, þú veist svona, það kemur kvót hérna, það er verið að kaupa núna kvót í þessu og eitthvað svona Þannig að svona, þetta er alltaf svona, þú veist, að þetta er svona lifandi markar, það er gaman að fylgjast með þessu og svona þegar sérstaklega það er þetta stór viðskiptið þá velta maður fyrir sig hver er að reyða sig þarna núna og eins og daginn þegar hérna voru stóru viðskipti í Iceland Seafood sem að voru þarna sko stjórnarmenn að kaupa þegar Nesjuskur og Jakob Volker voru bæta á þessi þannig að það er auðvitað, þú veist, þá fyrir maður að pæli því hver er alltaf að selja þeim hérna og gengir ríkur upp og þannig að þetta er bara mjög skemmtilegt að fylgjast með þessu Hverju voru að selja þar, veistu það? Sko ég sá að það var nú eitthvað flöggun hann frá, hvort það var bara frá Akta sem var náttúrulega voru hérna með Iceland Seafood sem er nú á sínum stærstu eignum inn í sínu sjóði Já, áhugavert Akta strákarnir að selja sjávarfangi Já, ég sé, sko, mér langar aðeins að koma inn á Síman því að náttúrulega þau söðlu á árinu Árið í rauninni byrjaði bara á tilkynningu með kaupum á hérna Billboard tóku gríðalegt stökk þarna strax í byrjun árs og þetta er svona sorry. Já, nei, ég ætlaði bara að segja, þú veist hvað, erum við að tala erum við að tilnefna það sem, jável, eitt af viðskiptum ársins eða hvað? Þetta er einna vinnarum ársins en líka sko því að þau eru búin að sína fram á hann svakalega tekjuvöxt sem átt að koma í gegnum þetta og þetta gengur svo vel að samþætta þetta inn og jari, en hvert er svona þitt teik? Því að maður heyri líka sumir séu bara, já, það er bara búið að spenna alla væntingar alveg til tungsins sko. Ég held að sé bara áhugavert og minnst þetta vel gert að því að þú skoðar sko svona grunntekjustrauma fjarskiptafélagana, internet og farsíma og einhverju lítið sjónvarpsþjónustu. Þetta vöxturinn svona sérstaklega kannski í þessum svona hefðbundnu fjarskiptaleiðum er þetta, veist, hann er bara svona ekkert sérstaklega mikil sko. Nei, bara rétt heldur við verðbólgu eitthvað sko. Og hérna þannig að ég held að sé bara mjög vel spilað hjá svona strategy teiminu hjá Símanum að leita nýra leiða til að fá inn nýja tekjuströma sem að þú getur kannski nýtt samhliða því sem þú ert með fyrir þannig að nú nota auglýsingamilana og veist, þú ert með fjarskiptinu og internetið og eins og það hefur verið að gera með billboardinu og svo kaupum á núna það sem er svona verið að þetta tengist og ert svona að fara kannski inn á meira eins og svo eru náttúrulega með Síminn Pay og þeir eru að fara eins inn í fintech hlutan líka þannig að þeir eru bara svona að stækka tekjustrauman hjá sér og það er eitthvað sem að ég held að hinn félögin hljóta þurfa svona velta fyrir sér að fara að huga að sko Já, þessi skölun eins og þú segir er bæði svona einsleitt en svo líka hérna er þetta í rauninni
til verðlags sko, þetta heldur ekki einu snífi verðbólgu hvernig verðið að þróast á þessu sko. Við þróum almenns verðlags sko. Svo verður, það kannski ekki alveg búið að spilast út með núna-kaupin, það náttúrulega bara nýbúið að samþykkja þeim, það verður svona örugglega saga 2025, hvort þið náðu sama árangri eins og með þetta billboard má alveg segja að hafa verið svolítið success þarna inni svo far sko. Já, bara virkilega vel gert og Orri Hauks fær klapp. Henda klapp á Orra. Og Marja. Hún stendur sér vel. Þau splittuðu árinu. Félag lykilmanna. Ekki vera að greiða fyrir gleru annara. Nei. Alls ekki gera það. Farði í félag lykilmanna. Gleymdu gleraugnastyrknum, borgaði minna, fáðu meira, sjúkdómatrygging, slysatrygging, launatrygging. Með þess að sjúkdómatrygging barna innifalið í þessu. Og það ekki nema 0,05% af launum. Þannig að þú sér það í Guðjónabænum, þetta marg borgar sig og sérstaklega líka að þú ert í sjálfstæðum rekstri og öðru. Þetta íþyngjandi í launatendu gjöldin sko. Þetta svona einyrkja djús. Það að vera í félagi lykilmanna. Þetta ódýr kostur hjá félagi lykilmanna. Við hvetjum alla hlustendur til að móka sér yfir þangað. FLM.is FLM.is Jónfrúin. Nú fer bara, þetta eru síðasta andadrættinir á þessu ári. Já. En Jóman, hún hvergi nærri. Það ekki of seint að taka öndina fyrir áramót, það góð önd þarna. Já. Purustek. Og við munum nú mögulega komast að einhverju í þessu þætti, svona... Nei, reyndar ekki í þessum þætti. En við komumst nú að ýmislegu á Jómunni í síðustu viku. Takiði seðilinn og skannið hann allan. Það ótrúlegustu hlutir hann. Sem að leynast. Það rósar kampavín hann. Það eitthvað besta sem maður getur drukkið. Jóla ágavíti frá þeim í ár frábært. Það þarf að drekka þessa byrðir alveg bara. Við áttum besta dag lífsokkar hann með vinnum pingjunar, ekki fyrir svo lengu. Þannig að Jónfrúin endaði nýjárið af krafti, kíktu þangað og jável að bóka bara á 9 ári í leiðinni. Og munið að skála. Það mjög mikilvægt að vera þarna og skála. Mjög mikilvægt að skála. Við þakkum Jónfrúni og félagi lykilmanna fyrir og við höldum áfram. Það mjög gott. Síminn einmitt. Getum við tekið hérna sögun endalausu? Klára það bara. Já, hvað með það? TM Landsbankinn kvika. Höfum það stutt. Þú kallaði þetta svona klassískur 8 trekantur. Frúin fer frá einum til þess næsta. Það talaði þetta sé hvalriki fyrir kviku að fá kassið. Líka talaði þetta sé svakalega góð kaup fyrir Landsan að fara að samþætta banka og tryggingar. Hvað þitt teik? Þú vannst í banka, Arion þar sem þú vannst á vörð. Þetta svona flott sambúð, tryggingar og banki eða? Já, bara sko í fyrsta lega náttúrulega TM bara náttúrulega gamalgróði félag og óbærslega flott félag. Það kannski gleymist aðeins í þessu að þeir var náttúrulega bara verið að skila yfirleitt samsettu hlutvalli bara mjög ásættanlegu, bara vel undir 100% og tryggingareksturinn bara góður hjá þeim. En síðan eins og þú segir sko þetta kannski samleiðin hjá fjárfestingabankans og kviku. Þú veist, þetta kannski ekki jafn svona eðlileg og hún ef að alhliða banki sem með viðskiptabankaþjónustu eigandinn sko. Þannig að ég held að Landsbankinn sé kannski heppilegri eigandi að tryggingafélagi heldur en kvika og svona, en ég held að það má samt alveg kannski segja að þú veist að kaup kviku á TM og líklega á sínum tíma hafa alveg, þú veist, það ekki að segja þetta sé kannski endilega Þeir voru successful út af því sem var stilt upp þar með að fá hérna sjóðstýringarhlutani og fjármögnun. Það lykilinn sem þeir halda eftir þannig að þeir halda því og selja TM frá sér sko. Þannig að ég held að þetta sé bara svona nett vinn-vinn sko. Það virðist vera. Fá fínt verð og fá borga bara í kass og svona, og ég held að Landsinn geti alveg svona gert góða hluti með þetta ef þeir eru duglegir á að plugga þessin, svona böndla þessu með annarri fjármálaþjónustu. Og það hefur held ég ekkert mikið verið að tala um það, en Landsinn hlýtur nú að fá smá klapp fyrir að hvernig hafa lönsað þessu straumstæmi. Ég meina straumur greiðslu þarna, hvort þetta með bara komið inn í helvíti mörg stór fyrirtæki á skömmum tíma. Eiginlega svona bara í skjóli nætur einhvern veginn sko. Það bara í skjóli böndúls. Það bara, ef þú kemur í Landsan með launatjekkan og veltureikningana, þá færðu hérna bara greiðslu þjónustu á 0 og nix. Liggur við. Sett á meina, engi sprettu með það, ég veit ekkert hvað. Við hvetjum fólk samt að sjálfsögðu til að við stöndum með teygja en þú veist, það bara svona dæmið að hvað Landsinn er búin að gera í ár og hvað þau geta greinilega gert með TM þá komum við forward. En svo múið kannski, og það er svona kannski tengist aðeins inn í líka auðvitað kannski umræðið sem fyrir mjög eftir með önnur félögin. Þetta er sko, kvika vantilega að fara að borga út á einhverja 20 milljarða í
til hluthafa, þú veist, þannig að það má þetta kannski segja að það sé einhver leiti peningur sem að mætti eyrnamerki að myndi koma aftur inn á markaðin að einhver leiti sko og svo auðvitað halda þær einhver eftir og alltaf að stækka lánabókina og svona, þetta er alveg spennandi svona dýnamík sem fer í gang eftir hann díl, þú veist, auður inn á íbúðalánamarkað til dæmis, þú veist, ég held að margir séu bara spennti fyrir því að því að auður eru þetta bara mjög svona það verður stórt þannig að þetta svona geta alveg litað svolítið næsta ár hvað gerist þegar þú verður ennþá að miðla værirðu með einhverja hugmyndir í dag bara ok, þegar Kvika fær 20 milljár í cash redistribution, stóðir að fara að sitja þannig, þú veist, eru menn svona djúpir í þessu eða ertu bara að sjá, það er bara play money að koma hérna inn Ég held ekki alveg teiknað upp scenaríu þar sem þú sér allocationi kannski fara í einhverja eina átt frekar en aðra þú veist, lífbarni fara alltaf meira inn í sitt þannig að við skulum plasera er einhverja svona Ég held ekki alveg, hvað eru hluthafarnir sem er að fá þennan penning í hvað félum eru þeir í hvað félum eru þeir ekki veist, ég meina one way or another, þetta kemur inn á markað þessi samtölu eiga sér stað þetta eru bara fjárfestar sem eru með peninga innlendum hlutabrjöfum þannig heldur vilji haldunum þar svona frekar en kannski setja inn í hvað annað eitt hérna bara til að dreifa þess að sögu ekki beint á markaði en það er nú þú talað að sé svolítið grár og tiltölulega virku markaði með þessi bréfi það hefur verið og við Arna kannski tökum dágrann, það er Controlant sem við ætlum að tilnefna sem einn af lúsurum ásins sögðu upp 150 manns í ágúst einhver tugur manna núna í nóvember 79 í nóvember í fyrra þetta eru nokkur eflingar ígildi uppsöfnuð og allt er góð með það strömlínuna reksturinn sko, en þetta lítur bara svolítið skringil út því að talað sko tekjuáætlanir fyrirtækisins séu svo bjart sínar að það er einhvern veginn búið að koma mönnum á óvörum að það sé ekki sami vöxtur til að kórónavitleysuna þá var hérna einhver ákvæði sem var verið að rífast var það ekki hlutafjáraukningu hjá stjórn og lífeyrissjóðum og stjórnarmönnum sem kemur núna bara í loka árs líka og það er ekki lengra síðan í júní í fyrra sem þau settu það á hold að skrá sig á markað út af því að það væri í svo miklum tekjuvexti var sagt þá þannig að maður svona heyriða bara einhvern veginn að trúveruleiki félagsins hefur beðið tölvöran hnekki ég heldur að við bara verið sko þeir eru þetta með frábæra vöru sem að var sko rétt að varan á réttum tíma og þeir eru kannski einhver leiti fórnalam bara eigin velgengni í því að það kom hann að mikill meðbyr en sá meðbyr bara hann stoppaði snögglega og þá varstu skilin eftir í lausu lofti með kannski svolítið stórt overhead en ég held að sé, veist þú, mér snögglega bara það er frábært að þegar íslenskt félag nær að koma með vöru sem að virkar á alþjóðlegu markaði út með potensiali að geta verið að selja hann til stærstu lyfjafyrirtæki í heimi og mögulega einhver aðra að gera og það sem kannski gaf þessu þetta kannski líka svona byrjundi báða vangja sínu tíma þegar best lét með Controlant þá er Keresis svona líka mikið í umræðinni og við vitum náttúrulega hvernig fór með það þannig að það, veist, ef að einhvern veginn hefði kannski spilast aðeins öðruvísi úr þá hefði Controlant alveg geta verið það félag sem hefði verið selt fyrir 100 millar eða eitthvað en annars ég slæði upp úti það voru líka einhverja fréttir hefur þú treytað bréf með Controlant eða þekkjur það? Hvað var það? Við þurfum að spyrja Tóta Páls þegar hann kemur voru ekki bréfin tekið niður úr tæpla 90 niður í 30 krónur á þessu ári getur það verið? Já, ég held að útbúið núna það séast að það verið á hvort það var á 30 eða þannig að burt sér frá öllu þau eiga framtíðina fyrir sér en 24 var erfitt við erum ekki konur til að rífa þau niður skilur en hérna, þetta er svona á stuttum tíma eins og þú segir, bara júní í fyrra lék lífi við þau já, nákvæmlega, og þau fóru ekki í útboð vegna ómikils tekjuvaxtar sko og núna er staðan svona, en eins og þú segir kannski fórnanlega megin velgengni, þetta er kannski ágætlega orða þeir eru þetta með flottar vörur, þetta bara vonandi að þeir finni þeim vörum einhvern farveg en þú veist, ef maður lítur í baksýnisspegilin er eitthvað sem hefði mátt gera betur þarna, þú veist, hefði verið hægt að sjá fram í tíman hversu skamvinn þú veist, uppferð þetta var þú veist já, ég það getur alveg setja hérna í dag og við erum baksýnis hagfræðingar sko já, ég held að það, þú vissi kannski að COVID er ekki, eða þú veist, þú hefði getað sagt kannski að COVID er ekki endilega, en þú veist kannski heldur bara geti þá bara flytja önnur lyf fyrir veist, þessi lyfjafyrirtæki sem voru Pfizer og önnur sko þannig að þú veist, já, þeir svona þetta bara voru á þeim tíma tóku ákvarðanir sem að þeir held að væri réttar og
svo fór það bara sem það fór Svo má hann reyndar alveg gefa þeim það, hvað voru ekki að velta hérna tæpum 20 miljónum 2023, er þetta ekki 184 miljón $100, já, eitthvað svo leiðis sem töluverð aukning frá undan þannig að þeir ná sér vonandi árunum 2025 við höldum með þeim svona já, við vorum komni með Íslandshótela útbúið það kannski ein önnur svona sagan endalösa, skel og samkaup það búið að vera hvað, samruna viðræður það ekki bara allt þetta ár? Jú mögulega frá 23 ég held samt ekki svo hélt maður þetta að vera sprungið í loft upp núna hvað, er það í október eða nóvember þegar að EFTA eða ESA eða eitthvað fer inn og skoða skel og það er nýtt sem einhver afsökn til að sprengja þetta mun ekki ganga og svo gerist það núna í síðustu viku rétt fyrir jól að Heimkaup sem að fer í hópuppsögn í lok nóvember eða bara desember komið inn þannig að skel á orðið 10% hlut í samkaup Lestu þú eitthvað í þetta út frá bara stöðu skel á markaði? Hvað, var mikið undir eða? Ég held bara stjórnendur skeljar sem auðvitað óbúslega klárt fólk ég held að það bara séð tækifæri á matvörumarkaði og búa til prís sem þau gera náttúrulega sem að ég held að sé koncept sem að þau vilja stækka og hvernig gerur það? Þú getur gert það nokkra við, þú getur þetta byggt upp bara því degið eða þú getur svona keypt inn í eitthvað annað komið þínum áherslum í gegn með því, þannig að ég er svona sem neytandi allavega held ég að þetta sé bara flott að þeir sé að koma þetta með svona herstaðins upp í þessu og setja samkeppnina bara upp á tærnir líka held að sé alveg það fylgjast með þeim sko. Ég held hún hafi haldið réttilega fram Greta, hún var í útvarpsviðtalinu daginn þar sem hún sagði að þau í rauninni náðu að halda verðbólgunni í skefjum bara með sinni innkomu því að það hafði svo miklar áhrif á verðlagshækkanir eða lækkanir. En hvernig, þú veist þessi samruni, Heimkaup, samkaup einhverja spekulegingar með það? En þú veist, bara þitt teik sko, þetta núna skel á 10% og til að shipa Heimkaup inn í og 85,3% fyrir held ég hvað eru næstu skref? Eru að fara að kaupa áfram eða þekkiru? Ég heldur viljið það aflaust sko vilji svona ná tökum á þannig að þeir geti komið þessu prískonsepti bara sem víðast og þeir eru náttúrulega þannig þengjandi hana mínir menni skila, þeir eru þetta svona dealmakerar og þeir eru alltaf búin að hugsa exitið líka þannig að ég held að skráningamarkað á einhverju samstæðu geti, það er vantilega endgameið en hvað verður búið að setja undir þann hatt það þarf alltaf að koma í ljós en það verður vantilega meir heldur en bara nokkra prísbúðir þannig að þetta er alveg spennandi í vegferð en getur tekið auðvitað smá tíma en mikið potensial Það var gaman að sjá hvort gullgæsin endi þarna löður peningaprentvélinn Það gæti örgulega verið einn af vinnurum ársins sögurna sem maður heyrir á áskriftatekjunum þar sko Unreal, það verður gaman að sjá áskrifning það Heyrðu, eitt að lokum hérna svona frá mér kannski að við förum bara aðeins yfir Amarok helviti skullir hann beiti í það hérna fyrir tæpi mánuði síðan hvert sér þetta fara? Þetta er þrískráð, það er annað Ertu einhver tímann að hérna, hvað á ég að kaupa smá í Kanadadollar eða pundum eða hvernig lestu það að vera þrískráður? Og líka bara hvort það sé mitt eitthvað limit á þessu sko. Er eitthvað arbitras fyrir miðlara? Sko það var oft mikið arbitras nefnilega í verði en svo gastu komist í bréf á því verði var kannski það var hægara satt en gert þannig að það var auðvitað bara sérstaklega í Kanada var auðvitað bara mjög lítil velta og London var ekki mikið heldur sko þannig að mesta hreyfingin var hérna heima þannig að ég er svona þrískráningar það er vel í lagt ég heldur að það alveg geta sleppt allavega að skeiða öðru markanum og bara fókusera á hérna en þeir byrjuðu auðvitað í Kanada og Kanada er auðvitað sko það er auðvitað svona aðalhöbbið fyrir mining companies að vera skráð þannig að ég skila þeir séu þar og þeir auðvitað svo vilja fara á aðalmarkaði í London það er einhverju fjárfæstar þar sem þeir vilja vantilega ná til Er það næsta skref? Það er tölum það svona að þeir eru skráður á AIM-markaðin í London held ég hann heiti sem er svona vaxtarmarkaðar ekkert ósvip á First North þannig ég heldur svona að við talað að þeir vilja stefna að komast yfir á aðalmarkaðin og þá vantilega til þess að geta ná til stærri fjárfesta og auka veltuna og svoleið sko, þannig að við sáum bara núna í síðustu hlutafjárreikningu hjá þeim er einhver, var ekki helmingur eða eitthvað slíkt sem var erlendir aðilar þannig að það er auðvitað bara það sem gerist eftir því sem að félagið
nær lengra í sinni vegferð, veist, búin að tilrauna að bora hann út allt og byrjað að vinna útkomin á ákveðin stað þar sem við getum sagt við erum búinir að fjárfesta hérna í félagin í x langan tíma, við erum búin að setja þetta mikið pening, við erum konir svona langt í að vera geta að vinna gull, þannig að það auðvitað svona kannski að verða, hvað segir maður, svona meira feasible fyrir einhverja erlenda sjóði segja, við erum til að koma inn í það núna en mér sýnist svona að vera að reyna að höfða til þannig aðeila sem auðvitað bara frábært. Eitt svona til að gera Arna pínu spenntan, eru sömu ruðningsáhrif eins og þegar þú ferða First North inn á aðalmarkaðin helduru, ef þú ert að gera það út í Bretlandi? Ég átta mikið alveg en ég held þetta sé pottet sko, þetta allavega þetta eins og bara í boltanum og vera að spila í annar deild í Noregi og svo ferðu sem leikmann og ert að spila í eftir deild, það er meira sviðsljós á þér og svona kannski, þannig að ég held að þetta sé bara jákvætt skref og eldur auðvitað ég held að það sé með vegferðina fyrir þetta félag mappað upp eitthvað fram í tíma. Já, verðist þér ansi fókuseraður sko, sem maður hefur heyrt og lesið. Já, og líka bara, þú veist, hann er í grunninn jarðfræðinörd og það hefur ekkert breyst og hann markasettur sig sem gæðin, hann veit meira það sem hann undir jörðinni heldur en allir. Þannig að þetta gæði sem þegar hann talar jarðfræði þá hlusta menn. Það er bara þannig. Helviti segur. Herðu, sko áðurum við förum, þetta var þinn síðasti punktur. Ég vil fara svo inn í svona kannski winners or losers, en ég ætla að minna fólk á GoCarrental, golega.is. Þar fær það 10.000 króna afslátt af mánaðarlegu eða skrifar inn pingjan og ég eiginlega bara hvet fólk til að fara þarna inn til að kynna sér úrvalið. Það er allt frá bara svona litlum snattara upp í forstjóra bíl. Það er allur katalógurinn þarna og það eru alls konar tilboð líka, þannig að gott fyrir fólk líka sem er í rekstri, setja þetta á rekstrarreikningin, ekki efnahagsreikningin, bara leigja þetta mun eftir hlunundunum að sjálfsögðu, okkur ber skylda til að minna á það. Ef þið farið á rafbíl, það er bara að lesa einu svona ári. Já, það er góð punktur, þökkum góðleigu fyrir. Herðu, svo vil ég minna á hafið, veitir. Já. Það var vertíð jólin. Já, nú er það bara þorskur. Já, er ekki eitthvað fyrir áramótin sem að fólk getur svona... Jú, bara getið eins hreint og tært og þið getið, þorskur, hnakka. Já, humarinn líka svo sem fyrir áramótin. Já, auðvitað. Svo er alltaf rækjur í fristunum. Já. En nú núllstillum við aðeins eftir hangikjöti. Já, nú er komið tíma að núllstilla. Já. Herðu, við þökkum hafinu kærlega fyrir. Nú, sko, drengir, árið, winners and losers. Eða sko, það er kannski eitt samt sem ég langar að, því að ég sá, þú varst með umfjöllun flugfélögin á LinkedIn. Sko, þú talar að það stefni í fínasta ár með framleiða hlutfall í bara rekstri á flugfélögum. Hvað er þetta eitthvað byltingakent sem er að gerast núna með við síðustu ár? Við reyndar höfum ekki séð annað eins bara 2023 í 20 ára aftur í tíman eða svo? Já, þetta er bara það sem að einkennir þetta ekstra umhverfiði núna er þetta bara að olían hefur lækkað, þetta er langstærsti kostnaðarlegur flugfélag, þannig að það er þetta meðbyr þar út af því og sama tíma ertu með svona balans kannski í framboði og eftirspurn sem að því það verðin held ég að séu svona út ekki á þeim stað þar sem þú varst kannski fyrir nokkur árum þegar lággjaldlega flugfélögin sko var bara búin að gera markaðin eitthvað leiti unsustainable, sérstaklega yfir hafið og svona þannig að ég heldur sért bara með svona ákveð kannski sweet spot varandi eldsneytið, varandi framboð eftirspurn, þannig að þú sér bara svona það er einhver flugfélög sem eru bara skila góðum árangri núna og ég held að svona sérstaklega eins og player auðvitað svona að breyta sínu ekstra mótili og þú veist en svona fyrir Icelandair sem er svona í þessu hefbundna áætlunar flugi bara og svona þá held ég að sé góður tímar fyrir, það var oftur að vera tímar fyrir þessi félög. En svo er náttúrulega einn breyta að þetta koma inn, sem stækkar sífellt með náttúrulega þannig séð komin inn fyrir einhverju síðan og það er þessi kolefniseiningar og annað. Hvernig þú veist, horfið það við markaðnum, þú veist, er þetta framleiða hlutfall í hættu? Þú veist, ef við tökum olíuna út og förum að tala um kolefniseiningar og þetta sem að flugfélaginu er skildu í rauninni til það? Já, þetta er auðvitað, þú veist, orkuskipti heims er auðvitað að gerast víða en erfitt í fluginu. Þannig að ég veit ekki hvernig regluverkið, þú veist, hversu lengi er þetta að íta þessum bolta á undan sér sem þetta búið að vera undan þá og annað en svona ég held að þetta er eitthvað áhugjefnin í reksturinn en svona fyrir félagin allavega held ég að þetta verði
svona kannski þetta ekkert að detta in full force veist, á einu ári, þetta verður gradually eitthvað sko, þannig að var það ekki þetta sem að Lilja var alltaf á DSB, við fengum undan þá til 2027 eða eitthvað en svo þegar Þórdís átt að gera eitthvað með Eimskip, það var ekki neitt þannig að skipaflutningarnir eru byrjað að taka þetta en kolumsendingarnir eru niður 21% árinu til að ekki með það mjög gott fyrir flugfélögin það afsláttur sig annað, Play, niður 86% sem að leiði lækkun á aðalmarkanum heldur að það lifi? Það var stór spurning sko, ég heldur lifi en þeir þurfa meiri líkur minni að þau þurfi einhvern meiri innspýtningu af hlutafé það svona með grunar það geti verið málið og ég með sýnist markaðar svona vera svolítið að segja okkur það sé svona það sem þurfa að gerast og það getur vel verið það bara að mista ekkit alls ekki ólíklegt að það gangi það hvernig sem er farað því þeir eru konum með hluta búin að svona aðeins að búta starfseminu upp þannig að kannski hafa þær gert það svona vitandi að það væri auðveldar að fá fjármagnin í einstakar einingar eða eitthvað slíkt sko Það verður alveg áhugavert að sjá þetta spilast út þegar við munum áfram fljúa til Tenni en þá verður það að operata frá Möltu held ég, er það ekki? Er ekki flugrekstrarleyfi frá Möltu er að fara að sinna sólarlandaferðunum? Já, ég veit ekki alveg hvernig splitti verður þeir verða með fljúa eitthvað rekstrarleyfinu frá Möltu var rekstrarlegan það? Rekstrarleyfið er sko skráð Möltu en þú þarft ekki að fljúa frá Möltu þú getur flogið hvaðan sem er það er kannski partur af nú er bara taktu þarna engisbrettu hljóður hvort það sé auðveldar að fá fjármagnin með leyfa Möltu það gæti verið eitthvað hluti af þessu Tvent að lókum, bara til að taka hérna 3 neðstu á sín og þetta er greinlega þungað þetta maður sko fyrst að það þekkir engisbrettuna sín 32% niður gerist eitthvað þar nema menn fara að tala um fjölmiðla til sölu eða? Það virðist vera sem að markaðurinn svona sé ekkit sérstaklega að kaupa þú veist það sem að það hefur verið boðað einhvern veginn Sástu fjárfesta daginn daginn? Já, var með svona annað vega á sig Sindri í banastuðaleg Já Nei, hann virðist ekki að hafa gert allt of mikið nema þá bara fyrir lykilstjórnendur sem fengur kauprétti og held áfram að kaupa Já, það er þetta búið að reyna ýmislegt sko, ég veit ekki bara ekki alveg hvað þarf nákvæmlega til en svona markaðurinn virðist svona frekar vera á þeirri skoðun að þetta sé ekki eitthvað sem að muni endilega verða frábær rekstur sko en við sjáum til það er öflugt fólkarninni sem ég veit að getur fundið eitthvað út úr þessu Og lókum, hampiðan 23% ekki gott Þurfum við ekki að taka sko að þið voru að tala aðeins hafið áðan og fiskana þurfum við ekki að taka aðeins helítið loðnuna Lét ekkert sjá sig Nei sko áhrifin að því eru náttúrulega tölverð á markaðin og bara á hagkerfið Þannig að það má aðeins láta loðnuna að heyra það sko það er gott að fá kannski fáum við kvóta fyrir næsta ár það held ég að vera nú svona Menn eru óvenju bjartsýn núna því að við vorum ekkert langt frá bílim sem er það sem þú þarft til þess að fá ung loðnumælingu sem er bara grunnurinn til þess að það sé gefin út kvóti þannig að ég held þetta geti dottið á nýjári það er alveg spáð fyrir 2025 frá mér en maður sér það núna á þessu ári hvað þetta smittar ótrúlega út frá sér sérstaklega inn í félagin svo hampiðuna félagin sjálf og þau draga saman í fjárfestingum í öllu í kringu sig Þetta bara hefur stóra áhrif á bara með félagur svo Eimskip og annað sem er að flytja út náttúrulega Já, þannig að fá lónuna græja það We want the Kaplan Eitt og við tókum aðeins Marel og JBT áðan til lengri tíma litið smá áhugjur fullur með áhugjur með íslenski markaðar verði kannski ekkert aðal playerinn eða hvern sem hægt að komast að því þegar lengri tíma litið en til skamstíma litið eru að horfa bara 150 miljard í kass kom inn í janúar, februar og krónan er að fara bara í $100 og við erum á leiðin til PCB og Spring Break hvernig Sko þetta Eyrir eru þetta með fjórðungslut í Marel þannig að þeir taka eitthvað af þessum penningu og ég veit ekki hvort að hann fer endilinn á markaðin aftur Erlendir aðalar eiga vantilega eitthvað svipað, kannski 30-35% eitthvað svoleið sko. Þannig að þá erstu nú strax komið kannski helming af eignarhaldinu sem er peningur sem er kannski ólíklegur inn á íslenska markaðin. En já, ég meina auðvitað þetta er alveg upphæðir sem geta hreyft vel við markaðinum og gjaldeyris og hlutabréfamarkaðinum. Þannig að það verður mjög áhugavert að sjá hvernig verðbréfasjóðir og bara einstaklingar og lífeyrissjóðir spila úr sínum evrum sem þeir fá út af þessum díl
Já, þetta greitt í evrum, ekki dólar? Já, er þetta ekki, allavega var miðmönuverðið í Jú, evrum, það er rétt, það er ekki 3,50 En hérna, og þú segir þetta með Eyri stærstu eigendur Eyris voru ekki bankarnir komnir í eignarhald þar eða var búið að önvænda það? Já, ég var ekki, okkar sterkasti var nú eitthvað Árni Oddur var nú eitthvað að reyna að klóra það tilbaka. Já, ok. En líparnir eru hann inn í Eyri líka og svona, þannig að þeir eru tölvört undir Já. Og það verið í lagi. Ok. Heyrðu, já, winners and losers. Ef að grína það? Já, bara gera það. Winner hver? Já. Er það kvika það? Er það síminn það? Winner. Sko, við verðum að grína eitthvað. Ég með þetta. Já, byrju. Stefán Einar Stefánsson. Fyrir vaska framgöngu, fjölmiðlamaður ásins. Tekur til það. Og sjampó sérfræðingur. Nei, ég veit það ekki. Þú veist, ég meina, verðum við ekki að gefa Baldvini Þorsteins fyrir heimatreitið, fyrir að breyta ásýnd Íslendinga á fasteignafélögum. Hann kom boltanum á stað. Já, hann er alveg á palli. Ég hef ekki alveg sett hann með medalí hálsinn. Þannig að það hefði klárlega við einhverju var vel tímasett og hann það var fínt treyt. Fínt treyt. Síminn á Billboard líka. Ég var nú alveg bara með svona lista vinners. Mér finnst auðvitað að þetta skilur. Svo er náttúrulega loser skilur auðvitað, þú veist, er play að reka lestina, hvað var þar nei ekki reka lestina, það er fremst á vagninum í tapi. Já, niður 86% árinu. Já. Þannig að þetta má leiða því líkum. Kontróland auðvitað líka búin að vera í miklum samdrætti. Eitt vinner náttúrulega líka er Árni Oddur að ná að klóra tilbaka eignarhlut í 6 álnir og 12 kálvar eða hvað þetta heitir. Það sem að næra að sækja stóran hluta tilbaka af Marel sko. Já, ég held ef ekki að setja honorable mention allavega á eldin og gullið. Já, reyndar. Við erum búin að fara yfir þetta allt maður. Herðu, ein loka saga frá þér. Ég verði bara að dæma kæru hlustendur þetta sjálfur. Út af því að við erum að missa stúdíóið. Skemmtilegasta trade sem þú hefur tekið eða stærsta, gott með sögu. Wow. Áttu við þá persónlega bara sem hann hefur þú veist, þegar hann var að miðla hvað er bara most memorable og sko, eitt til að koma fram síðast fyrir vorum við geggjaða miðlara Daga Kristjáns, þá þurftu að klippa sögun út þannig að þú getur bara sagt okkur og ringi síðan í okkur á morgun og segir, heyrðu, þetta er bara FME ringir á eftir, sko, ef þetta fyrir loftið. Það er að mörg að taka getið sagt en ég held að við tökum þetta bara það er búið að slaka hljóðanum en að mörg að taka. En stærsta trade, 10 milljarðar. Já, við tökum þetta bara eftir það. Heyrðu, já, þá bara einmitt, árið uppgert á klukkutíma og 20 mínútum. Þetta fjara teip. Loka spá fyrir 2025. Bjartsitt, svartsitt. Ég er bjartsitt fyrir mörg félög. Ekkert endilega öll, en ég held að við fáum alveg mjög líklega vísitalan verður, þú veist, eitthvað solid, 10% upp og ég held að við getum séð einhver fjölu, ég held að Alvotech verið mikið í fréttum. Ég heldur allavega svona tæki skref. Amarok vantarlega verður áfram líka í spotlight. Og svo bara þessi fjölu sem hafa verið að gera góða hluti, Vesti hefur verið að gera góða hluti. Ég held að fasteignafélögin tryggist eitthvað áfram. Það er bara momentar. Þannig að svona, svo er bara Marel penningurinn kemur inn, Kviku penningurinn kemur inn. Að nóga penninga koma inn, allavega svona fljótlega. Og vextir mögulega lækka og eitthvað svona, þannig við getum alveg teiknað upp fínast ár, þó að þetta ár sé að enda frábærlega fyrir mörg félög þá við eigum alveg inn í rönn á næsta ári. Það er bara brettu verðum að það. Ég er bara búin að vera svo svartsýtt með sem er að koma. Það er náttúrulega breyta, skilur, inn í þetta. En já, ég held að við séum bara búin að gera upp árið. Sveimi þá, Helgi Frímansson, takk hérlega fyrir komuna í Pingjuna. Takk fyrir mig. Kæru hlustendur, við verðum aftur með ykkur á 9 ári og þá er Tóti Pál sem ætlar að kíkja á okkur og við ætlum að fara þar yfir, já, bara svona sögu hlutabréfamarkaðins. Já. Og það er á næg að taka þar. Og eiginlega bara fram að innkomið þinni á þennan marka, 2004, 2005. Já, litla dæmi. Eitthvað aðeins inn á bæði. En heyrðu, við þökkum fyrir árunni og við heyrumst á því næsta. Segjum það.